Laddinn 2009. Bara byrja þetta núna. Handinn, Jón. Já, ég meina þú ert að fara, ég ekki verðum bara hygg bara eftir Þú honum. komin tími til að halda hátíð hér í Sturlunga. Ég leiðast hátíð. Laddi, hvað? Getur farið lengra þangað. Merkið það betur skúli minn. Láðum okkur sjá. Já, segist það verið glæður. Jæja, Bryndís, hvernig var þetta nóttu? Maður til mötu. Æfa kæft. Oj. Það verður nú aldrei sjá. Little Harman, Laddin girls on you. Laddinn. Eina sinna í gamla daga gerast þeim mikið grín. Já, það er Laddinn. Já, ég held að flest allir sem búin að átta sig á því hvað að gerast akkur núna, það er Laddinn. Það er verið að fremja, það er verið að brjóta hérna fyrstu reglu Laddans, það er verið að ná sér í auka tíma. Það er Freyr Eyjólfsson sem var mættur hérna á slaginu 4:30 í dag sem að er búinn að vera hérna að æfa sig í stúdíónu. Það er gamli gítarleikarinn í Miðnes, er alveg brjálaður hérna. Já, mættur. Hér er komin stoltur hljómborðsegandi, það er drengurinn sem við vorum að ræða hér áðan, það er Karl, hans Örvars. Það er skemmtari. Þetta er skemmtari. Herru, þú er að koma honum fyrir hérna, Kalli minn. Já. Og þú ætlar að kynna inn liðin. Þú veist hvernig þetta gengur fyrir sig, það ekki? Jú. Þessi bara þessi gegnum reglundar. Freyr, fyrir ekki að nú er morgunútvarpið búið, klukkuna vantar korter í 7, það styttist í 6 fréttir í okkur hérna á RÚV. Við ætlum hérna aðeins að fara yfir reglundar. Þetta eru einfaldar reglur, en það er gott að fara yfir þær. Það er aldrei góð vísa á oft kveðið, sagði maðurinn og hérna, já. Þetta er sem sagt þannig að það er annar byrjar, við þurfum að kasta upp á það. Við gefum okkur núna í þessari æfingu að það sé Vallas drengurinn, Kalli sem að byrjar. Þá sem sagt segi ég 1, 2 og nú. Karl hefur lesturinn, hefur 1,5 mínútu til þess að dundra sér í gegnum smá ladda. Svo segi ég Freyr Eyjólfsson, þá byrja Freyr 1,5 mínúta. Svo segi ég Karl Örvarsson, þá tekur Kalli 0,5 mínútu. Svo segi ég Freyr Eyjólfsson, þá hefur Freyr 0,5 mínútu. Eftir það þá opnum við fyrir síman. Það er bara En ég ætla að byrja að kynna þessa menn hér í hægra horninu, íklæddur vesti úr einhverju dánarbúinu, Akureyringurinn, Eldfuglinn og Stuðkompanís meðlimurinn, Músó röddinn Karl Örvarsson. Chevrolet Captiva Jón á veginum. Og í vinstra horninu einhver sú bjartasta jurt sem vaxið hefur upp í Grafarvoginum í þeirri tíðinni, Freyr nokkur Eyjólfsson, Miðnes, kvikindið, Geirfuglinn, Freyr Eyjólfsson. Ótrúlegt! Þetta er magnað! Og það er spurning hvort að við náum að kasta upp á hver byrjar. Já, er eitthvað með það? Ég er nú að velta því fyrir mér, af því að núna höfum við engan andra til að kasta upp fyrir okkur. Það er ekki neitt með krónu með gati hér. Andri, eftir maður hvaðna? Verðu, við erum með hérna Boraður 100 kall. Það er helvítis grásleipan. Eru þið með kvóta fyrir þessu tókað? Nei, ég segi svona maður. Skjaldarmerkið, er ekki búið að veðsetja það fyrir iSafe? Jæja, Kalli, þú ert yngri, þú byrjar. Já, ætli ég fá ekki hrognkelsið. Það er hrognkelsið. Það er sleppan. Eða greilet góð eins og ég kalla. Það er kelsið. Það er kelsið. Viltu byrja eða viltu enda? Já, þú meina. Ég er ekki best að ég byrja þeirra? Jú, það er kannski bara enda. Ok, komið. Ok, tilbúin. Dýrar í tíma. 1, 2 og Karl Örvarsson. Ég hlýður Austurstræti starra slitt á strigaskónum með bros á vör og tyggi kópi í börnindum. Verða þar og horfa á liðið sem er þar í hópum. Já, frá Lassarónum upp í Snoppaða Kettlingar.
Austurstræti, þið svo læti. Fólk syngir með saman Í innkaupum, fólk að tala, fólk í bala. og fólk sem ríkið ala. Fyrir ekki að stoppa aðeins og snemma? 40 sekúndur eftir. Það standa bákrættir í röðum, hlaðust húlaðar útvegs. Og fyrir utan stendur hólaður albúinn. En fyrir innan sitja feitir peningar á lærðir. Á seg, og passa vondi kalli koma, svo takkið þá, ó já. Austurstræti, ís og læti, fólk á hlaupum í innkaupum. Fólk að tala, fólk í dvala, og fólk sem ríkið ala. Freyr Eyjólfsson. Já, ég að pæla, sko, það oft gott að grípa bara í laddan ef maður þarf að segja eitthvað leiðilegt, ef maður þarf að segja upp kærustu eða reka eitthvað, eða til dæmis halda stefnuræðu, til dæmis þurfti forsætisráðherra að halda rosalega erfið og leiðilega stefnuræðu daginn og þetta var sýnt í sjónvarpinu og það var afskaplega kvalafullt og leiðilegt og hún hefði bara byrjað, já, þingforseti og góðir Íslendingar og svo hefði bara, ok, nú verð ég bara að gera þetta skemmtilegt og hún bara, já, þín kemur og sagði eftir óvíðlega stutt hlé á árið sem mun aldrei líða á okkur minni og hérna, þessi tími að vera þjóðir á arfið því við verðum að fyrir miklu á þetta sem margt brást. Já, ströppandi mínir það sem margt brást og við þurft að, já það því ekki nema eðlilegt að fólk sé mistið rétt eða óurött vonsvikið eða uppgefið og upplýsið svolítið svona svikið. Já, oj, sérfræðingar tala að Ísland á orðið verið stærstu gjaldeyris og fjármálakreppu sem við lönd á friðartímum. Já, við séum að glíma við vandar sem sé umfangsmeiri og flóknar en aðra þjóðir að við glímt við áður. Oj. En skulum ekki síður þakka fyrir það að frá því að hörmungarnar dumdu yfir við höfum við þeim þjóð staðið okkur betur en svörtust spár gerði ráð fyrir. Og þetta sko stefnuræða forsætisráðherra í gangi. Við tekist á við lýðræðislegri umræðu. Já, við höfum efnt til kosninga og þykir stórar og stefnumarkandi ákvörðanir. Karl Örvarsson. Ég vil að glíma ég og það svo gaman og ég losi matana. Það mikið gíð og mikið gaman. Nú ég segja litla sögu. Einu sinni gamla daga gerðist mikið grín. Gaman, Kína maður fékk hólavort í maga og gera í buxan sín. Að gera í buxan sín, þetta svo mikið grín var. Jæja, Freyr Eyjólfsson. Já, þú var í pæla, sko, ef maður ætlaði til þess að segja upp kærustu og bara, þú getur ekki sagt þetta og veist bara ekki hvað nátt orða þetta, grípa bara í ladan. Sko, við þurfum að tala saman og hérna, mér veist, sko, þetta bara ekki að ganga, þú hlýtur að skilja það. Ég alltaf fullur út að skemmta mér og þú ert eitthvað bíðandi heima og horfandi á vídeó og segjandi, hvar ertu búin að vera? Stofan hvað? Ég held bara að hérna þetta sé bara búið.